kvöld á FM 957 í samstarfi við Walk-On og Amerikabar. Hæ, Hallbera landsliðskona í fótbolta hér. Það eru 3 hlutir sem ég elska. Walk-On, foreldra mína og fótbolta. Í þessari röð. Walk-On, Borgatúni 29. Hollur og ferskur asísku matur. You don't know the half of the abuse. Klukkan orðin 4, það föstudagurinn 11. nóvember. Mötli krúur konur á fóninn sem þýðir aðeins eitt af FM 95 Blö hefur hafið göngu sína þennan, föstudaginn. Auðun Blöndal heiti ég og siti í mínu sæti. Það smá breyting á móti mér. Ég ætla hins vegar að byrja á einum sem fastagestur hér og heitir Steindi Junior. Hvernig ertu? Já, ég fyllandi góður og fróðandi fínn í dag, það bara þannig. Þú ert ekki í þínu sæti? Nei, ég sit í sætana Sils. Já. Og í mínu sæti, þar situr stórmerkilegu maður. Það eru 2 dúnmjúkir á móti mér hérna núna. Já, við erum 2 dúnmjúkir, það Pétur Jóhann Sigfússon. Jú, góðan og blessaðan daginn og þakka kærlega fyrir og ykkur báðum fyrir fallega kynningu. Það er mjög langt, Pétur, síðan að þú tókst heilan þátt með okkur í FM 95 Blöð. Ég var að hugsa það. Já, það er hárrétt og heiður og gleði. Allt mín megin að fá að vera hérna með ykkur í dag. Það er bara heiðurinn allur okkar. Hvernig ert þú þennan föstudag? Hvernig er ég? Já, hvernig ertu? Jú, ég er miðaldra hvítur karlmaður og nokkuð góður miðað við það. Föstudagur er? Það er fassari, maður. Það er Bullandi fassari. Ég reyndar eins og ég oft kom inn á. Ég funkar þetta álítið eftir veðri. Þá ættur að vera slæmur í dag. Já, en ég það ekki. Nei. Ég óvenju góður. Það sundalegt viður úti. Þú ert samt þreytulegur að sjá, en það er líka ekki ástæðalausu. Við getum alveg upplýst af hverju. Þú ert ekkert að borða. Nei. Af hverju borðar ekki? Ég reyndar að borða núna inn á mandarinu. Já. Ég er með ánægum fyrir mandarinn. Nei, þú ert ekkert með ánægum fyrir mandarinn. Hvað var það að grampa þetta? Ég er að fyrir tökur á morgun. Nei. Pick-up tökur fyrir kvikmyndina undir trénu og fyrir það átti ég að reyna að grenna mig. Ég fekk 2 mánuði. Þú ert búin að missa 8 kíló? Já, ég er búin að missa 8 í 10 kíló. Ég er búin að missa 9,5. Og þannig að ég hef bara daginn í dag ætla að missa hálft kíló. Það gerðist undur og stórn ekki gerð. Við vorum að skemmta á Selfossi á söngvakeppni þar hjá NFSU. Við fórum út að borða og Steindi horfði á mig bara að borða. Fekk sér ekkert, hann er að svelta sig. Já, sem ekki sniðugt samt, bara svo vitið. Ég er bara búinn að svelta mig, þetta 3. dagurinn og ég borða svona hálfa máltíð á dag. Ég borða bara svona lítinn hádegisverð og svo borða ég ekki neitt. Og ég ætla að gera þetta núna, en svo á morgun ætla ég að panta með pítsu annað kvöld. Já, aðeins að trýta sig. Ég skil ekki, þú lékst í þessari mynd bara fyrir mánuði síðan. Já, þetta er þessi sena sem gerist nokkrum árum áður. Þannig að ég þurfti að missa, ég þurfti að geta, það var gaman að breyta mér og ég misti 10 kíló fyrir það. Þetta eru 40 sekúndur í myndinni. Hann á að vera yngri, hana. Já, ég skil. Spengilegri. Hefur þú farið í svona rosalegt átak, Pétur, það sem þú svelti þig? Nei, sýnistu það? Maður er alltaf sami hnötturinn. Nei, þú ert nú ekki hnöttóttur. Já, svona gerð kúla. Ég hef aldrei verið jafn léttur, ég er 80 kíló. Já, vel gert. Það er bara jafn þungir. Ég bara að halda þessu og ég bæta hans á mig. Þú verður að borða samt. Það sem þú vilt, já, þú verður að byrja að borða aftur. Það er kallt svona grannur. Já. En við erum með fanta þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Eins og þið heyrið að þá er Pétur með okkur og verður með okkur allan dag. Egill Einarsson stattur á Tenerife með fjölskyldunni. Já, Pétur skrítan hafi ekki farið til Benidorm. Já, eins og hann elskar það. Það er að breyta til núna. Ef hann er að hlusta á Sundlaugarbakkanum, þá byrjum við að heilsa. Já, sjálfsögðu. Við erum með kortmyndur frekar hér eftir Erpur Eyvindarsson, Blas Rokka, hann kemur í heimsókn. Ég bið ekki að heilsa honum. Byrður ekki að heilsa Agli? Nei. Gott að vita. Svo erum við með Sturlar eða Hrossaskít. Graðimaðurinn kemur aftur eftir góða pásu og það er nokkur af þeim sem ættu nú að kannast það og Pétur, þú hringdi fyrir í dag og við vorum að vinna svolítið með endurskoðendur. Já. Það er rétt í öðblöð. Sem voru að gera hérna graðamennin graðan. Já, þeir voru að kveiki í honum í dag. Það er misspennandi bara eftir hvernig þú hittir á graðamanni. Hvað er að kveiki í honum? Já, hann var í stöði í dag. Já. Mjög ánægð með. Við erum með, þú ert með augljósar staðreyndir. Já, þær eru á sínum stað og í dag eru þær hrikalega augljósar, ef ég á að vera hreinskilinn. Já, ég veit ekki hvort að það sé jákvætt endilega alltaf. Ég hef svolítið gaman að einabla að nú fæ ég að taka augljósar og Pétur fær að setja við hliðina mér og vera svona kannski svolítið með mér í þessu. Það er einn sem að ræðið með Pétur sem með þér þarna í augljósum því að hann á eftir að hlæja þeim öllum ángríns og eftir að finnast það mjög fyndnar. Þetta er bara skrúur eru notað til að skrúa saman. Já, þetta er basically svona. Já, ég meina þetta er bara augljósar staðreyndir og það eru mjög augljósar í dag, hrikalega augljósar. Við erum með hitaklefa í dag. Það er Jón Jónsson, hann er tekinn í hitaklefan. Búin að vera milli tannana fólki. Já.
ákvæm nýta okkur það. Í rauninni samt ekki Jón Greiði sem er búin að vera milli tannar fólki. Mér er Ingo Veðuguð og ég ætla að vona að Ingo Veðuguð dragi mig aldrei inn í neitt status. Af því að svo er það bara orðið mest lesta fréttin á Vísi bara og Jón Jónsson Greiði bara stattur eitthvað staðar ellendis og... Karl Greiði, maður bara fór þetta að reyna að slaka á. Fyrir þá sem vita ekkert hvað við erum að tala um, þá fekk hann ekki að spila á Erfis og við þurfum að spyrja hann betur út í það. Við þurfum til þá eftir og svo ætlum við í lið sem var alltaf á miðvikudaginn þegar Pétur var með mér hérna einasta miðvikudag og það er karaoke. Þannig að menn þurfa að fara að velja sér lag. Ok, er eitthvað þema eða? Nei, er það ekki bara menn fara í sitt? En ég meina, þú veist, við erum 3, erum við allir að fara að taka lög sem eru bara 4 mínútur? Nei, þú fær 90 sek. 90 sekundur á haus. Já, 2 mínútur tops. Ok. Það koma strax nokkuð lög upp í hugan. Þetta verður auðvelt val hjá mér í dag. Já, það Ég vann síðast. Erum við með eitthvað þema? Já, ok, við skulum hugsa þeim og ef fólk er með eitthvað góða hugmyndir þá má senda það á Twitter með hashtaginn F95blöð. En við ætlum að byrja hér á kósí lagi. Þetta er svona, það er skýta veður úti, fólk er núna að keyra í bílnum á föstudegi og það er svona aðeins að róa liðið í umferðinni með uppáhaldslæginu mín í dag. Það heitir Say You Won't fyrir nokkrum árum síðan með lagið Say You Won't Let Go. Þetta er sem er flott lag. En við sitjum hér, ég, Pétur Jóhann Sigfússon og Steindi Junior og verðum með okkur til 6 í dag og það er komið að dagskrárlið sem er alltaf á þessum tíma sem heitir slúður, ekki íslensk slúður? Nei, þetta er erlend slúður. Og hvað ætlar að bjóða okkur upp á í dag? Nú er ekki hérna til þess að vælum Miley Cyrus og Kardashians? Nei, ég er með fínan pakkandi ykkur. En ertu ekki með svona til að ramma þetta inn? Til að ramma þetta inn? Það er komið að slúðrið hér í FM95 blöð, eitthvað svona. Takk þú bara fyrir mig. Það er, kæru hlustendur, haldið ykkur fast, það er komið að slúðrið hér í FM95 blöð. Hvað er Jason Statham að gera? Hvað er þetta, Pétur? Ég hef bara að gleyma, þú vilt nefnilega ramma hlutinu. Já, verður að ramma hlutininn. Já, það var vel gert hér. Ég ætla að byrja slúðrið hér á... John Travolta hér. Hann hlýtur að vera eitthvað slúður John Travolta. Erum við að fara í John Travolta slúður? Nei. Hann hlýtur að vera. Ég ætla að gleyma, Pétur Jóhann er eitthvað mesti John Travolta maður og nú er ég ekki að fýblast. Broken Arrow? Já, sko, John Travolta er alveg toppleikari en ég var einu sinni með slúður hérna að John Travolta var að káa fullt af nutturum og hann væri sem sagt samkynniður. Mesta kjaftaði sig heilt. Mesta kjaftaði sig heilt. Hann er bara... En hann er þetta fjallum það líka slúðurinu. Hvaða rugl er þetta? Hann var brjálaður aftur. Nei, ég skil bara ekki hvernig menn fá sig til þess að skrifa svona þvælu. En hann er svona... Sérðu fyrir John Travolta eitthvað að káa einhverju lið? Sko, ef ég á að vera alveg hinskilinn, þá ger ég það. Nei, ég sé hann ekki... Trúið ég ekki Steindi að þú ætlar að fara að taka þetta? Nei, ég sé hann bara, ef það væri kannski einhver kallmaður að nutta á hann axlitur og hann með andlitið sem sagt í svona púða sem horfir niður. Það var það sem var að gerast og þessi menn voru að kæra hann. Ég get alveg ímyndað að vera að sé svona kannski að klípa í hárinu á innanverðulærinu. Þetta er bara fólk sem er að sækjast eftir peningunum hans. Já, en Vísindakirkjan hefur eitthvað stórt á hann. Hvað segirðu, Vísindakirkjan? Já, hann er náttúrulega að kafi því, Pétur. Hverju? Hann er Vísindakirkjan. Það rugglir í þetta. Hann er í henni. Nei. Og hann er að kafi í alls konar. Það er bara fólk er skráð þangað inn á þess að vilja það að vita af því. Heldur þetta sé bara einhver íslenskur sjálfstæðisflokkur í Íslandi sem skrái menn bara einhvert? Já, það er gert. Nei, þetta er... Við erum að tala John Travolta. Ok, nú ég bara trúi ekki að ég sé að eiga þetta samtal. Ég ætla að prófa að vera sammála Pétur Sport. Af hverju ætti John Travolta að vera að káa á okkur nutturum? Ná, einmitt. Við erum að tala eftir, hann leik í Broken Arrow og, þú veist, Pulp Fiction og... Face Off. Það var bara nuttara sem voru að segja þetta. En ég ætla að byrja slúðrið á leikoninni Meghan Markle, vitið ykkur það er? Nei. Var hann ekki að káa á henni líka? Hann er örgulega búin að vera að káa á henni. Það ekki málið? John Travolta var að káa á henni, mann. Nei, hún er byrjuð með Harry Bretaprins. Akkur finnst mér hann alltaf vera með einhver ný sikti á kantinum. Hann er glömgós þessi Harry. Já, Er það ekki? Hann er nettur player. Það er putt og sleikur það fyrir aðgangin alltaf. Já, sleikur og putt fyrir aðgangin, já, honum. En hann er settling down eins og stendur hér og er komið með kærustu loksins og það er, fyrir ykkur sem þekki ekki Meghan Markle eða hvað sem hún heitir, að þá leikur hún grenjuskjóðuna í Suits og er yfirburða leiðilegasti karakterinn þar inni, ekki leikona, þetta er fínasta leikona en bara karakterinn sem hún er að leika er svo leiðilegur og það er rosalegt. En ef hún að láta þig fá þær tilfinningar, þá er hún góð leikona. Já, enda sagði ég það, fínasta leikona. En þau eru saman og það eru byrjað að hittast og það er allt brjálað því að paparazza láta hann ekki í friði og Harry er hræddur það að hún er bara ekki eftir að höndla þetta. Nei, já, hann hefur ágjörð af því. Já, ég meina, það segir svolítið mikið um hann er svona, hugsar, þú veist, hann er svona
Honum er umhuga dömuna sem hann er að hitta á. Já, það er náttúrulega Segir okkur að hann er góður gaur, örugglega. Ég held að Harry sé nefnilega alveg toppnum. Góður drengur, sko. Góður drengur. Og svo er það, ég er með meira slúður hérna, það er af Billy Bob Thornton. Hann er sennilega einn af mínum uppáhaldsleikurum. Erðu Bad Santa 2 á leiðinni? Akkurat, og hann var einmitt í viðtali við GQ Magazine út af Bad Santa 2. Já, sem er bara einn besta mynd sem gerði verið. Þú veist, ásinn. Fyrir utan Mr. Nanny með Hulk Hogan. Já, sem er geðvig. Og hann var spurður út í fyrirhandi sambandsitt með Angelina Jolie, þar sem að nú er Angelina Jolie að standa í skilnaði. Og það var svolítið magnað að lesa hvað hann sagði um það. Hann vildi meina að ástæðan fyrir að þeirra samband gekk ekki upp, þau voru náttúrulega saman, voru gift í 3 ár. Er að honum fannst hann aldrei nógu góður fyrir hana og hún var orðin svo fræg og stór og hann hatar að vera í kringum frægt lið og ríkt lið, eins og hann segir hér. Þannig að hann fann bara að þau myndi ekki eiga leið saman því að hann var A, ekki nógu góður fyrir hana og B, gæti ekki verið í kringum allt þetta Hollywood-lið en þau eru ennþá góði vinir og heyrast á 2 til 3 gegna fresti alltaf. Já, þá getur þessi maður ekki hangið mikið með mér heldur. Nei, þetta er eins og Einar Mikael, ertu farin að vesla á nóttinni? Hver? Eins og Einar Mikael, hann var á nóttinni. Já, ég er farin að vesla á nóttinni. Þú getur hvergi við, Pétur. Nei. Það er hangið í þér og... Það er rosalega maður. Fyrir utan alltaf stelpunum sem er alltaf hringjandi og svona. Já, alveg. Engin friður næsta. Seint vesen að vera Pétur Jóhann. Já, það er mikið vesen. Svo er ég með loka slúðrið. Það er, þetta er svo sem ekkert merkilegt slúður, þannig séð. Nei. En Kardashian-börnunum þeim fjölgar. Já. Og Rob Kardashian og Black China. Rob Kardashian, alltaf kom einhver nýr Kardashian. Já. Hver er anskotaður með Rob Kardashian? Er hann búin að vera allan lífan? Dekkið, eins og ég kalla hann. Bróðurinn, það var bara eins og einhver hafi blásið hann upp eins og dekk, hann sett á sig einhver 40 kíló á 2 vikum. En hefur hann verið allan tíma til staðar? Já, nei, hann hætti þáttunum og var ekki það. Mér fannst hann, þetta er alveg ágætið skaur og hann er í einhver átaki núna og er bara feskur og er orðinn hamingjusam. Ég held hann, maður á kannski ekki vera Maður á ekki að vera dæmana þegar hann er feitur, sko. Nei, hann er líka búinn að vera berjast við þunglynd og eitthvað sem er hræðilegt. En hann var samt, hún er lífið vel í dag, hann er komin tilbaka. Já, með Black China og þau eignast, lítinn krakka. Veistu hvað sagði konan sem þetta, Black China? Já. Black China? Ég meina það eru bara nafn. Já, þetta er listamannsnafn. Já, ég ætla að vona það. Já, hún er allavega kölluð Black China og það er allir í skíunum og það er líka bara öllum drullu saman. Ég svolítið skrýta og komir ekki inn á slúðrið, til dæmis það er náttúrulega búið að vera mikið að gerast með Westley, Kurt Russell og Bruce Willis og þú kemur ekkert inn á þess að kalla þess og Bruce Willis, ég var nú að lesa það á síðunni, TMC. Hvað er að frétta Bruce Willis? Það var til dæmis, hann var að lenda í því núna fyrir utan Starbucks í Orlando. Bruce Willis? Já. Þá var hann að lenda hann í næstu bara í slagsmálum, sko. Fyrir utan, var utan Starbucks. Bara róna árás? Já, það var einhver maður, voru að taka leigubíl saman. Já. Og það var einhver maður sem sagði að þetta væri sinn bíl og hann hafði hringt inn á staðnum á undan. Og hvað er það? Brúsarinn sagði nú að þetta væri sinn bíl. Já. Og þeir voru þarna, hreyti hvort annan og brúsarinn næra hrindunum frá og hoppar inn í bílinn. Já. Sem keyrir af stað. Okay. Og hann skrúar niður gluggan og hendir þá hann í mjög þekkta línu. Þá segir hann yippee-ki-yay, motherfucker. Á leiðinni, þegar hann er að keyra burtu. Yippee-ki-yay, motherfucker. Hér eftir smá stund. Þetta kemur hvergi fram hérna í slúðinu. Kortmættur og frekar. Þá er komið að því FM 957 í samvinnu við Corona. Enn eitt árið. Partíið sem allir elska. Eldhúspartí FM 957 2016. Fyrra kvöldið, 17. nóvember í Hlégarði Mosfellsbæ. Núna er rjúkandi sala á góðum bílum. Okkur vantar því allar gerðir bíla á skrá og á staðinn. Komdu við hjá okkur í dag að Fosshálsi 27. Draghálsmegin, Höfða bílar. Ég er mættur á svæði. Pablo Discoba. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Heimagerðar franskar, stökkar og syndsamlega góðar. Roadhouse. MacBook Air. Þunn, létt og hröð. Já. Epli, Laugavík og Smáralind. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keiluvandamál að stríða.
Sigfússon og sitt hér í fjárveru Gilsarans. Hann ekstra á Tenerife. Stendi Junior mættur á sinn stað og upp í blöð. Strákar, getið stemmarinn sitt liti? Stemmarinn góður, enda föstu dagur og Ég gelli bara eins og pögg í stemningu. Ég er búinn að ákveða hvaða lag ég ætla að taka í karaokeinu? Nú, hvaða lag ætlar að taka? Lagið sem var núna rétt á hann. Ætlar að taka Faded? Já. Já, ég til. Lýst bara mjög vel á það. En það eru strax komnar það eru komnar ábendingar á Twitter. Menn eru farin að biðja stöðlaga þema. Já, alveg, það var þema. Aðrir voru að biðja rap þema og það eru alls konar svona þema. En við Pétur vorum að ræða er einhver pæling að við myndum rappa upp úr blöðum? Nei, ég er góður held ég bara. En svo þú veist, atkvæði í norður-vestu kjördæmi gildu nærri tvöfalt. Jó. Þetta Helga Bladjeva fyrir. Jó, man. Það svolítið gaman. Atkvæði. Þetta 400 kjósendur í norður-vestu kjördæmi. Hanna. Fíblust búferli yfir í suðvestu kjördæmi. Þetta svo leiðilegt. Þá tekur þú þetta eftir í karaokeinu. Rappa blaðagreinar. Ég er að spara að sleppa þess samt, sko. Pétur, þú getur farið bara í dánafregnir þar. Rappaði eitt góðan pistil þar. Hvað það við hæfi? Á verkfall sjómanna á fiskiskipa flottanum skall á klukkan 23 í gærkvöldi. Fiskiskipin hættu þá þegar veiðum hýfðu veiðarfær og sildu áleiðis. Eitthvað svona. Hvíldu í friði góði fjólfur. Sildu áleiðis til hafna. Kæri fjólfur. Kæri hvað? Já, svona þetta væri minningagrinn. Já, herðu, það er komið Ég er ekki að fara þangað. Nei, það er ekki heldur. Nei, við gerum það ekki. En við erum að fara hér í dagsfjölið sem fastjóru heitir Hvort myndirðu frekar? Aha. Hér í FM 95 blöð og þetta eru 3 spurningar eins og alltaf. Pétur, þú þekkir nú reglur, þú sért gestur. Ég er búinn að gleyma þeim. Það skiptir engu. Já, þetta er mjög létt. Ég spyr ykkur hinn og þessu og þú segir mér hvort þú myndir frekar gera. Þetta er bara spurningakefni. Já. Þá kemur hér fyrsta. Er tíma á þessu? Nei, svona, ég þrýst á þig. Segjum 30 sek á mann. Hvort myndið frekar vilja vera sá allra best í rúminu í heiminum eða vera talinn og þekktur sem besti pabbi Íslands? Hvort myndið frekar? Hver á að svara fyrst? Byrjað þú bara? En vera þekktur sem? Já, bara, hann myndi allir vita bara, nei, herru, hann er náttúrulega þetta er besti pabbi Íslands. En þú veist, já, en það er svo skrítið ef allir myndu vita að maður verður úrslega góður í rúminu. Það myndi gera svo lítið fyrir mann eitthvað. Nei, ég myndi velja það. Það er engin evi í mínum huga. Beinti það? Já, beinti það. Já, þú fyrir beinti það. Jöfull maður. Hvernig, ef þú lýsir þess aftur? En það, já, sko, en málið er líka þekktur í heiminum. Nei, sko, þú verður ekkert frægur fyrir það. Ég er bara að spyrja, hvort myndi, basically, það þarf enginn endilega að vita. Hvort myndi fyrir ekki að vilja vera bestir í heiminum í rúminu eða besti pabbi Íslands? Hvort myndir velja? Já, ég veit náttúrulega, sko, kærastan væri náttúrulega sátt við það, sko. Hún væri mæntalega sátt líka að þú væri besti pabbi Íslands. Já, hún væri það náttúrulega líka, sko. Þannig að þetta er ekkert eitthvað sem aðri vita eða neitt þannig, skilur en það væri það líka bara kjánalegt. Það væri verið að gera grína eða þú verið að labba inn og einhver myndi segja, nei, herru, þarna kemur besti pabbi Íslands. Það myndi allir haldið að þetta væri hæðni, sko. Já, eða líka bara, þetta væri bara, þarna kemur bara besti dráttur landsins, hvað, það er að fá það bara eitt venjulega landi, það er að fara að laða kvikmynd upp með því í dag. Það væri skrítið, sko. Já, ég spyr bara, hvort myndi velja? Pétur er búinn að velja? Nei, ég meina, eins og leggur upp spurningar þá segir bestur í heiminum í rúminu. Það hlýtur allur heimurinn að vita það þá. Það er bara mæntalega bara þær sem að þú hefur verið með. En þú bara... Já, en allur heimurinn, þú veist, bestur í heiminum, þá veit allur heimurinn. Og annars vegar það að vera bestur í heiminum í rúminu, eða besti pabbi Íslands, þá ég vil vera bestur í heimi. Ok, nú verður besti pabbi í heimi. Við Pétur erum... Ég held við Pétur séum nú, við stöndum okkur ekki ágætlega þar, Pétur? Jú, við gerum það, ég þurfum að taka smá... Ég ætla að kjósa pappan. Pappin? Já, ég ætla að vera skilsamur í stúdíum í dag. Þá er það næsta spurning og, já, hvort myndið þið? Alltaf þurfti að velja annarkvort. Hvort myndið alltaf verið með tunguna úti í afslöpun eða alltaf verið með svona stút á okkur þegar þið eru í afslöpun? Þannig þegar þið eru ekki að tala þá eru þið með svona súlandi stút eða alltaf með tunguna úti. Sko, þú náttúrulega lúkka bara dömm að vera alltaf með tungun úti, sko. Já, en hitt er líka hallarslegt eins og þetta reyna að vera töff, sko. Að reyna töff? Já, þú ert ekkert að fara að píra augun og allt þetta með. Nei, setja þið stút. Það er Pétur. Já, þetta er svona, ég myndi vera, sko, að þú ert með það er hægt. Tungan úti furðileg, sko, að þú ert með tannstöngul með hinnu. Já.
Þá finnst mér að virka, sko. Þannig þú ætlaði bara alltaf að vera með tannstöngur og vera með stút. Ég meina, það eru flest allir alltaf með stút. Nei. Ekki, allir þessi helstu. Nei. Ekki, Helgi Björns og svona kallar, þetta ekki allt með stút, eða? Bara þegar hann venjulegur? Nei, ég veit ekki. Ég hef ekki séð það. Sko, tóngar þú reyndar að stúturinn fer því að vel, Pétur. Ég myndi taka stútinn. Þú tekur stútinn? Já, Pétur er snöggur í þessu, ég er ánægður með það. Er þetta ekki eitthvað? Þú tekur stútinn líka? Þetta er ekki stútur, maður. Hvað er þetta? Þetta er bara eitthvað... Það er bara svo að setja þefa einhver ógeðslega. Já, þessi Þefa efri vörunni. Herru, ég ætla að taka tunguna. Tökur tungun út? Já, Má ég að setja tungun út? Þannig þú var alltaf svona? Nei, ég ætla að taka stútinn. Þetta er hrikalegt, ég var að máta þetta núna. Þetta gengur ekki. Ég tek stútinn líka, við erum sammála. Okay. Þá er það síðasta spurning dagsins í kortmyndur frekar og svo er hann Erpur Eyvindarsson, það er Blas Rokka þetta hér í spjall og hún hljóma svona. Ef þið yrðu að velja fettis, nú er það algengt að fólk er með hinn á þessa fettisa. Hvaða fettis er algengt? Hvort myndu þið velja? Þið yrðu að vera með annarkvæmt fettisinn. Hvort myndu þið frekar velja gullsturtuna eða BDSM? Annað væri fettis hjá ykkur. Þetta BDSM-ið væri nú frekar fyrir valinu. BDSM, þetta er svo stór flokkur, maður. Já, ég meina það er að láta raskella sig af og til í staðin fyrir að láta mýgu við sig í störstunni. Er þetta spurninga? Er þetta spurninga? Rafgeimir og allir bara í stúdíónu, þá veit ég að þetta geta verið erfitt fyrir hann. Já, en sko ég er að tala um það bara alla leið. Þú erum að rafgeimir og bara... Rafgeimir? Já, bara allt sem BDSM býður upp á. Já. Eða bara eða vera með hinn fettisinn, já. Hvað varst það reyfið eitthvað þekkt íslenskt vídeo eða? Er það svona sem þú skrifar þetta niður? Nei, alls ekki. Ég er bara að segja að þetta er ekkert bara einhver að Sigrún kærastæðin væri með eitthvað spað að segja að vera óþekkur. Þú þurftir að fara alla leiði í svo hangabri einhverju díflissu bara öfugu með rafgeimir í gerfurtu og klemmur í geimur og raftæki í pungsa. Já. Þá hugsa ég myndi nú örgulega að taka frekar hálfa lítur af þvægi. Ég líka, maður. Ég vel að saman þú. Svo náttúrulega finnst mér líka krúsjál, það gerist ekkert ef einhver pissar yfir þér. Nei, sérstaklega ekki, maður kannski byggði viðkomandi að drekka mikið af einhverjum ákveðnu djús eða... Ég ætla að velja gullsturtu. Já, þannig að þau eru búin að snúa. Nei, víst maður þurfa að fara alla leið í díflössuna. Já. Maður er alveg freka kosið ykkur handjárn og nokkar rasketlingar, sko. Næ, ertu ekki í því, ógeðslegt að heyra mig tala um þetta maður. Ég heyra það bara sjálf, þetta er viðbjóðslegt. Við ætlum að fá Jonas Blue og fólk svo vill bara sjá mig með slögt ljósir Blas Rokka. Jonas Blue með lagið Perfect Strangers og þetta var sérstakt óskalag fyrir gestáttanins sem er Erpur Eyvindarsson og þess eftir hérna beint á mótum. Ertu velkomin, Erpur? Já, takk fyrir það. Ég hringdi með tíði í nótt og baði að græða þetta lag. Já. Þetta er eitt af svona lögum sem kemur manni alveg. Þetta er alveg millikablinn er svo góður. Já, millikablinn geggja. Þú veist þegar maður... Er þetta uppáhaldslægið með Jonas Blue? Já, og ég meina allt með Jonas Blue. Bara fucking Jonas Blue. Nei, þetta er geðvikt. Er þetta eitthvað þvílík veislega? Já, hann, þú veist, sá sem flytur hann inn, góðum mál. Hann var aldrei að vinna framar. Jonas Blue tónleikar í höllinu. Já. Hver myndi hitti fyrir Jonas Blue? Ég var ekki Frikki og svona popparæðin okkar. King Frikki Dór og... MC Gutti. Ef þú mættir hitta upp fyrir hvert sem er, Erpur, hvern myndir þú vilja hitta upp fyrir? Ef það væri bara, þess að koma til Íslands, ég ætla að hitta upp fyrir hann. Ég myndi vilja hitta, það er alveg svona mjög viðræðanlegt. Já. Mér finnst Kid Ink og Freddie Gibbs óslega skemmtlegir. Ok, þarna kostum við nöfn sem ég þekki ekki eins og sko. Nei, það er málið, þetta er eitthvað svona dót sem yrði bara á prikinu. Bara virkum degi, sko. Kid Ink, maður. En hvað er að frétta þér? Það er langt sem þú komið. Já, þú komið nokkuð sem til okkar. Já, ég er bara búinn að vera meira að minna bara í ræsinu. Já, hvað ertu búinn að vera að gera þar? Bara skýti mig og skein ekki. Sleppa þig að skeina. Já. Þú erum satt með gullkeðið, það náttum ekki alveg farin. Nei, ég er alltaf... Ég er ekki sæsi í ræsinu fyrir ekki neitt. Ég er búinn að vera að tjöflast í náttúrulega músík og spileri og svo svona bara, svo stundum, það kemur fyrir að menn ákveða til að gera eitthvað í lífi sinu. Já. Þú veist, maður er kannski alltaf bara á prikinu og þú veist, þá kannski gerist ekkert svo mikið í lífiðinu. Nei. Til minnst þegar og Steindi fór að vera aðeins, hann bara þetta minkum svona 15% að vera á prikinu. Og nú er hann eins og einhver eðnisjúklingur. Það er svona... 10 kíló. 10 kíló farin. 10 kíló farin. Eftir að hætta hangur prikinu. Þetta er nú ekkert búin að slaka á, sko, ég fenn nú alveg út ennþá, sko. Hvað drekkuðu? Skinny Bitch? Nei, ég drekk vodka og rom og ég drekk ekki bjór. Ég drekk ekki bjór. Nei, þú veist, ég er ekkert í því, sko, að sutt í bjór.
Og hérna... Það sem hlustundur sjá ekki, að það heilt svona, það 2 kassar af mandarínum. Sem ég að jafna á. Svona naga. Já, ég má ekki dieta, nema bara það þarf að innihalda mikið vatn. Já. Þannig að nei, þetta enda bara fyrir smá hlutverk og svo ég farin að éta pítsur bara svo. Er það á að endurgera Philadelphia? Philadelphia heitir Mosfellsbær núna. Já. Ég ennþá 80 kíló, ég mætti alveg missa 10 viðbót til að fara að vera hrikalega fít, Ertu alveg despo í þetta? Nei, ekki neitt, Nei. En þú veist að eituli virka, það mjög megrandi. Ég veit að ef þú bara hættir alferð að éta og livjar. Ég hugsa að ég ætti, Og byrja að livja alveg massít og lættu ríða þér og svona. Jæja. Þú ert að gefa nýtt lag. Blæstur okkar. Gaman að fá þig hérna í fjölskyldu þáttinn. Þetta er vörklass eða 3 kíló og spýtti. Ég gerir bæði. Ég var að koma núna úr vörklass. Þú ert nú góður. Hvað ertu, þú ert búin að græna svolítið? Ég er búin að grænast, en ég er bara alveg búin að stækka, sko. Ég er alltaf... Þú ert í því. Hreitt vöðvi bara. Ég er að lifta léttu úkslega oft. Ég lifta ekki þingri en bara 20 kílóum, sko. Ég fer alltaf, í laugar, því þar eru, sko, þar getur þú verið, þar kannski þú út að taka ykkur þvílíka þingdi, sko, Ertu í þvílíku þingdum? Nei, ég er lík því. En þá er alltaf, þegar þú ert einn að næfa, sko, þá er alltaf einhverjir notalegir sem spotta þig. Og þegar þú lítur upp, þá er það annarkort einhver svæsing glæpamaður eða bara einhver lögga sem var að bara bjarga, fá fálkáruna fyrir að bjarga kissu úr tríð eða eitthvað svona. Það er alltaf bara annarkort bara... Það er allir friendly. Lögg og bóar. Já, löggur og bóar, allir og svona... Ég verð að spyrja þetta, því ég var að tala um aðan hérna, þetta er bara algjör forvitni, því að ég sagði að þú væri með gullkeðju hálsinn, en svo að ég sé oft svona rappara með svona, þetta er mjög algengt allavega í Bandaríkjunum og svona, er keðjan sem út með honum hálsinn, er hún dýr? Eða er þetta bara eitthvað svona sem þú kaupir í Bíkó og... Nei, þetta er ekki Bíkó-keðjan, sko. Nei, ég er ekki að spyrja að hæðinni, en er þetta dýr keðja sem út með... Sko, þessi svona sæmilega dýr, þú sér það, hún er ekkert svona neitt svakalega þung, sko. Það er yfirleitt þegar menn eru með mjög stóra keðjur, sko. Ef þessi væri 22, ef þetta væri bara hreint gull, svona Tælendingarnir, og ferð á Bangkok í smiðjukverðinu, þá eru Tælendingarnir, þeir eru með þetta er sko batt, er ekki bara gjaldið, heldur það sem sagt mælieining á gull, sem sagt. Og hvað kostar svoleiðis til dæmis, ef þeir væri með hann? Sko, 20, svona bara púra gullkeðja, hún væri svona í svona 1 eða 2 böttum, ég minni að það sé bara hátt í 1 milljón, sko. Milljón, já. En það er líka gull, sko, Tælendingurinn er svo æstur í gulli, þessi, þetta er ekki 22 karata. Nei. En hún er svona einhvers staðar áleiðis hérna, en málega er að þetta er þannig að þú býtur í þetta. Þeimmis, vinur okkar, toppmaður, Bobbin, sem alrættur fyrir eftirpartí, hann þeimmis, hann gifti sig, hann á tælenska fjölskyldu, og svo bara sagði við konuna, ég nenni ekki þessum giftingaring. Þú veist, hann beiglast bara og hann allur bara, og býtur í hreint gull, þá bara ertu bara, sko, næstur í fljótandi, skilur, eftir sem að verður meira gull, þannig að þú vilt helst hafa þetta, hann að sé, þetta bogni ekki og vera kjánlegt. Ég skilji. Þannig að það kostar. Já, eitthvað skort. Við skuldum auglýsingar, við ætlum að fara hér í örstuðtur auglýsingar, svo er það nýtt lag með Blass Rocka og ég ætla að henda honum í Giftast, sofa hjá, drepa, en ekki fara langt. Hæ, þetta er Páll Óskar og það verður sko bara gleði, glaumur og glamúr á Pallaballun og Spot næsta laugardag 12. nóg, reddaðu pössun og sjáumst á Spot í Kópavogi með hressandi Bacardi í hönd. Miðasalinn er hafinn innan Spot Kópavogi og einnig á miði.is. Þú hefur ekki lifað fyrir en þú hefur bragðað kjúklingavanginu okkar. Það er loforð. Dirty Burger and Ribs. Skynnsemin borgar sig. Gæði og gott verð. Múrbúðin, Kletthálsi og Reykjanesbæ. Vísir fyrstur með fréttirnar. Toppslagurinn í riðlinum er í nánd. Tippaðu í beinni á Króatía Ísland. Lengjan, stoltur styrktaraðili landsliðsins. Taco. Veisla fyrir munnin, hrós fyrir líkamann og gleði í hjarta. Serrano. Fresh, happy, max. Kíkti Jólaland Blómavals helgina. Latibær skemmtir börnunum og allir fá ís á laugardag. Húsasmiðan og Blómavals Skútuvogi.
Shaken Pizza kynir Caesar salatpítsuna. Við bökum hvítlauksbrauð með kjúklingastrimlum og 4 ásta blöndun okkar. Eftir baksturinn þá setjum við ferskt Caesar salat með jöklasalati, papriku, fetaosti, heimagerðum brauðteiningum og parmesanosti yfir. Þessi pizza létt, bragðgóð og brakandi fersk. Shaken Pizza, Egilshöll. 5 í fötu. Það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Áður við fáum giftast, sofa hjá Drepa og spilum aðeins meira við Erpur Eyvindarsson og þá ætla ég að fá þig til að kynna inn nýjasta lagið þitt, Erpur. Herru, ég ætla að kynna inn mikinn glæsibæ sem lagið 4 upp. Attidagar, nammidagar, sem náttúrulega svolítið svona statusinn á första degi hér. Þetta lag ristir inn að hjartarót. Þetta bara í gang. Borgás. Parmesan pervert. Góri. Hvernig fregna veisla? Já, alveg lettur, veist það? Bitch speglin 0 að frétta. Þetta bæði heilsa, sko. Já, slæta því slaka, ég sleðið fyrir utan. Drastlið í blóðinu? Já, herra. Blóðið drastlinu? Staðin driving Miss Daisy. Ég fyrir í enginn og bílert í því. Enginn Bacardi rasa lengur. Alltaf til í 9 þingu. Allir það nammi dag, bro. Halleluja, ástur. Vakna á hverjum degi og segi góða helgi, góða helgi, góða helgi. Vakna á hverjum degi og segi góða helgi, góða helgi. 4 upp, eða hvort heitir þetta 4 upp eða nammidagur? Þetta heitir 4 upp en þú veist, allir dagar nammidagar, sko. Ná, ég til þetta. Það skilja gott stöð. Já, menn fá að leggja hann. Þetta, ertu búin að vera, er plata á leiðinni? Þú veist, ertu að semja efna á plötu? Já, maður eiginlega alltaf að því, en þetta verður ekki físísk plata. Það engin árið 2016 sem gefur út físíska plötu. Nei, en mixtape, menn að droppa mixtapeum. Já, það verður sko, það alls konar pælinga með það náttúrulega. Og svo náttúrulega eru þið strákarnir náttúrulega búin að þjóðnýta hann strákið minn. Þannig að við bara leið og þið sleppum honum lausum þá ætlum við að fleia í nýtt Rottweiler lag. Og svo maður alltaf að keyra Blasokka líka og maður bara með blóðið drastlinu og drastlið blóðinu. En að gefa þetta út á USB bara. Sko, já, það bara bunga af USB-leiklum frá kínamanninum lóta bara inn plötuinn á USB. Menn eiga að vera að droppa mixtapeum á 2-3 manna fresti. Þóttu þessu 2 lög, 4, 6 eða 8 skiptir einhver máli. Já, málega sko, plötuútgáfa bara búin að vera og þú veist, þú sjá bara allir sem að gera eitthvað að viti núna til mér sér rappinu, þeir eru independent, eða þú veist, þeir eru ekki engin útgáfa. Akkurat. Þannig að þetta snýst náttúrulega bara að koma sjálfur að framfæra eins mikið og getur en náttúrulega Finni á prikinu, hann náttúrulega með mjög hressandi verkefni, Sticky Records. Já. Og það alls konar samstarf. En saknar að þess ekki að geta ekki haldið á þín eigin plötu bara svona, var það ekki svolítið svona gaman að fá bara hluti af þessu að fá bara plötuna í hendurnar þá snerist þetta líka mikið að fá að komast inn í plötutíðin, komast inn í einhverja bæklinga og allt þetta, ég veit ekki hvernig staðan á þetta er bara, allt þetta dót, þetta er búið og borga svo mikið fyrir að vera í plötutíðindum sem að skila sér ekki eins og það gerði sko. Og hvað sér þú? Snýst bara um gig. Og en ég meina vínillin mjög sjarmerandi í ykkur svona fáum eintökum. Þú veist ekki að gefa út, þú veist ekki að selja. Ég meina Copacabana verður, það seinasta íslenska rappplatan sem fyrir gull. Þú veist, það er ekki sala, það er enginn að fara að selja upp í gull lengur en upp á svona eitthvað hobbygrín þá er gaman að vera með en á vínill af því að sko við verðum eiginlega bara að vera mjög hreinskir núna fyrst þetta er nú búið að vera þetta geislavirkadæmi þú veist það er eins og þú segir ógeðslega gaman að finna að halda á disknum sínum en þú veist það er alveg glata þú veist þegar þú ert með einhverjum fellow og hann með diskinn í bílnum, skilur það er svona einn staðan sem hann hlusta og það er ekki hægt að spila það er svo sem bara hressandi að vera með allir spilar í dag líka með MP3 spilar en svo liggur hulstrið bókað í svona, í helvitis draslinu þar sem þú setur ykkur svona hamburgeraumbúðir í hurðina Bjartmar þú er basically notað til að skafa bara skafa bílinn þetta er bara rúðurka sko þetta er bara svona skafa en áður við sleppið Erpur og þá ætla ég að plata því giftast, sofa, drepa segja mér regluna það eru ekki flóknar í henda á því 3 nöfnum og þú þarfst að segja okkur hverjum þú myndir giftast, hverjum þú myndir sofa hjá og hvernig þú myndir drepa þetta er svona klassíski bílaleikur mjög klassískur
Já. Og ég ætla að vinna með rappara. Þar sem að þú ert nú rappari. Við tökum... Sofa hjá. Já, sofa hjá, giftast og drepa. Þetta ekki með Donald Trump í þessu? Nei, það búið að ræða nóg Donald Trump. Þetta er alltaf kallmenn og þetta er alltaf Íslendingar og við ákvæmum sjálfsögðu að hafa, það er rappþema. Það er MC Gauti. Þetta er sofa hjá. Þarf ég að faxa þetta? Já, nei, fuck, þetta er flókið. Þú ert að giftast einum, sofa hjá einum og drepa einn. Þetta er ekki flóknara. Giftast, sofa, drepa. Það er einhver sem deyr, myndu það bara. Gauti, Bent, Gísli Pálmi. Og það segja í rétt, bara Já, þú ræður. Það er verið að velja að drepa ykkur. Já, þú verður að drepa ykkur. Ok, þetta er, ég hef sko farið í þennan leik með litlu frængu minni. Það er ógíslegt. Nei, og sko, ég ætla að útskýra þetta bara fyrir þér. Gauti, Bent og Gísli, hverjum myndir þú giftast? Ég myndi giftast, ég myndi ekki giftast Gísla. Giftast Gísla. Hann er ungur og svona feskur og við getum verið að vinna alls konar saman. Við getum, hann er líka, þú veist, hann er með ljósastöður og svölunum með sér. Já, hann er góð heimamöndur. En svo er líka það er margt sem þú ert að horfa í eins og þegar Egill er hérna, hann er einhvers stættu núna út á Benidorm. Ja, Klísneika, peace out. Það er sko, hann hugsa til dæmis alltaf sko fjárhagslegt öryggi. Er einhver að fara að biðja þig eitthvað, þú veist, það er alls konar Ég sá þetta fyrir mér. Þannig þú giftist Gísla? Já. Hverjum ætlar að sofa hjá? Gauta eða Bent? Þú þarf að drepa hann okkur líka. Ég bara verði ekki að ríða Gauta. Þetta er rosa. Þú getur ekki drefið Bent, það meikar eitthvað sens. Nei, sko. Ætlar að eyðileggja, ég held að það síðastu sem myndi drepa væri your homie í Róttar. Já, nei, það er líka ekki þægilegt að segja hann. En maður samt segja eitt líka. Að ég og Bent, við erum búin að vera vinir mjög lengi og það er ekkert hægt að drepa Bent. Það er málið. Þú veist, Gauti myndi deyja áður en að höggi kæmi og Bent, skilu, það er bara að henda honum fram á 10. húsi og hann skrýður upp bara frækur daginn eftir. Þú sér hann að prikinn daginn eftir. Þannig ég held að þetta sé svona... Þannig að þú giftist Gísla, þú sefir hjá Gauta og þú drepa Bent. Já, og ég myndi sko... Já, þetta er flott brúðkaup. Þetta er muslimst brúðkaup. Og myndi fá Salman Tamimi og félaga til að skera geit á háls og gera eitthvað gott. Þetta er flott brúðkaup. Og ég myndi drepa drasla á Gauta, sko. Fjessi í kontan á mig. Það byrja ballið. Það er partíð í kvöldið, ekki? Það er partíð í kvöldið, það var frumsýna vídeoð við fýrum og lægið. Hvar og klukkan hvað? Við ætlum að mæta þarna klukkan 8, þannig að bara leið og liðið mætt og ég ætla að vera með Ugly Blasé, sterkustu Jalla Jalapeno, Sriracha Chili pizzu sem ég er búin að vinna með Ugly strákarum. Hún verður á báðstólum og það verður öl á báðstólum. Og svo ætla Landabóis klukkan 8. Já, svo ætla Landabóis að fleia einhverja veislu með okkur og taka okkur nokkuð og þetta verður live, ég mun flytja live tónlist og það verður mikið að góðu gengi. Aldrei að vita nema hjásvæður mínar, nýjar hjásvæður mínar og brúðguminn minn og Benson verði á svæðinu. Fíla, endilega tekja þessu tífúli í kvöld. Erpur alltaf gaman að fá þig heimsókn. Kínversk matargerð með ferskum og framandi hráefnum. Kíktu á matseðilinn inn á phoenixveitingahús.is. Phoenix, Bíldshöða 12. Super Sundays á Public House. 3 sérvaldir réttir og stella á 2990 alla sunnudaga. Eldhús er opið til kl. 23 alla daga vikunar. Public House Gastropub, Laugavegi 24. Shaken Pizza kynir Cæsar salatpítsuna. Við bökum hvítlauksbrauð með kjúklingastrimlum og 4 ásta blöndun okkar. Eftir baksturinn þá setjum við ferskt Cæsar salat með jöklasalati, papriku, fetaosti, heimagerðum brauðteiningum og parmesanost yfir. Þessi pizza er létt, bragðgóð og brakandi fersk. Shaken Pizza, Egilshöll. Það er ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Þú heldur ósjálfrátt með öllum. Lotto. Leikurinn okkar. Hlið dagsins er upp. Homeblest. Míniborgarar. Pantað á netinu. Mánudag á Stöð 2. Hugrakir Íslendingar opna sig geðklofa, þunglindi, geðhvörf og kvíða í vandaðri þáttaröðu Lóu Pind. Mér langar svolítið að pröfa að hætta að vera á lyfjum. Ég hef ekki farið í maníu
2 ár, skilur. Við kynnumst Bjarneyju nokkrum vikum eftir að hún byrjar á sínum fyrstu geðlyfjum. Ég greiddi 6 klukkutíma stanslaust án þess að stoppa. Og heimsækjum Ágústu sem er 4 barna móðir og hefur glímt við þunga geðsjúkdóma aldarfjórðung. Ég synda með brjóstin út í Þórufelli á Bæsinstöðinni. Bara geðveik. Mánudag klukkan 19:55. Stöð 2 margfald skemmtilegri í 30 ár. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Það er hárrétt, þú ert að hlusta á FM 95 Blöð og við þökkum þér kærlega fyrir það. Erpur Eyvindarsson farinn og ég verða af mörgum skemmtilegum gestum sem við fáum hérna í þennan þátt. Þá er hann eitt svo skemmtilegast. Hann er eitt svo skemmtilegast. Hann er svo fallega hreinskilinn. Það er sama eins og þeir eru ólíkir, það er sama með Ingo Veðuguð. Þetta eru bara menn sem segja allt sem þeir eru að hugsa. Já, meina senast þegar Ingo kom, þá var hann bara að tala um hvað hann fannst leiðilegt þegar einhverjir úlingar voru að gera grína hann á Subway, sko. Já, hann bara segir allt sem þú veist, það hrjáðan. En það er hins vegar komið að dagskrárlið sem er í miklu upphaldi á mér og búin að vera í góðri pásu en þar sem að Pétur Jón Sigfússon er nú með okkur hérna í dag þá fannst okkur við hæfi að henda í graðamanninn og já, við tókum 2 símtöl í dag. Það er svo óþægileg þetta eru óþægilegustu símtöl sem ég framkvæm en þau eru samt svo skemmtileg en þú dettur í, það er samt fyndið, þú dettur í nettan karakter í graðamanninn, sko. Já, maður fylgist með, þú ert alltaf með lokuð augun og svona. Já, ég meina, þetta er ekki Pétur, sko, hann þarf að fara einhvert í þetta, sko. Þú ert leikari, Pétur. Ég þarf að fara eitthvað annað. Við ákveðum að vinna með hvað í dag, Pétur? Endurskoðendur. Já, skulum heyra þegar graðimaðurinn ringir í endurskoðanda og já, er svona, vesinast eitthvað og já, verða pínu astur. Halló? Já, góðan daginn. Góðan dag. Góðan daginn, heyrðu, hérna, þetta er bókhaldsþjónusta, eða ekki? Jú. Þannig að getið þið gert svona skattframtöl og svoleiðis? Já, við höfum gert það sko fyrir það sem eru hérna í viðskipti við okkur. Við höfum að vísa ekki getað bætt við okkur neinum nýjum í viðskipti undanfarið og sjáum ekki fram á það sko. Já, þannig að þú ert svona þétt setinu? Já. Þannig að þú gætir alveg, eða þú veist, þú hefur verið að gera þetta? Að gera skattframtöl og svoleiðis? Já, við höfum náttúrulega gert það, talsvægt að því, já. Já, ég er í svona smá, ég er nefnilega ekki búinn að skila inn skattframtölinu og svolítið leiður yfir þessu þá. Já, við höfum bara verið í þeirri klemmu að við höfum eiginlega ekki getað. Hvað heitir þú segja? Á maður ekki að vera búinn að skila þessu? Jú, fyrir þó nokkur síðan kallinn minn. Já, þannig að það er svona, þannig að þér finnst ég kannski vera fíbl. Ekki segja það, þú ert ekki einn það. Það verður kannski þurft að standa áður í skattaskilum. Já. Eftir nýr? Nei, ég hef alveg gert þetta og þú veist, ég hef bara ekki, ég bara gleymdi mér einhvern veginn, ég er svona ekki, auðvitaði mig og svona mikið fíbl, sko. Þannig að þér finnst ég örugglega að vera bölva fíbl eða ekki. Finnst þér það ekki? Það væri þá margir sem að væru í þeirri stöðu, sko, að þú ert ekki svo eini sem glimti át. En því að finnst þið svona svolítið óþekkur. Svona óþekkur, eða ekki? Já, svona. Svona svolítið. Eitthvað með gleyma sér stundum. Það er bara að staðan er þessi okkur kallinn minna að við höfum eiginlega ekki geta bætt neinu nýju við okkur. Nei, þannig að þú ert bara bullsveittur einhvern veginn yfir þessu núna. Jú. Já, ég skil þig. Æ, maður bara, þér finnst ég örugglega að vera bara óþekkur strákur að maður verður ekki skila þessu. Já, það er frekar að skattstjóra finnist það. Já, en hann er að segja við mig að ég sé óþekkur og trassi og svona. Einhverja sem segja það við þig? Hvað segir þau? Einhverja sem að segja það við þig? Nei, þú að segja það bara við mig, þú veist að ég sé bara óþekkur og trassi. Nei, ég... Nei, ekki að segja það, bara einu sinni eða eitthvað. Nei. Hún og meiri trassinn. Nei, ég meina, hvernig ertu klæddur? Það veit ég, það skiptir engu máli. Ertu í skyrtu bara á einhverjum sparibuxum eða? Já, er allt í góðu kallið minn, við sjáumst, heyrust, já, bless. Já, ok. Já, þetta er svo óþægilegt þetta. Þetta er svo óþægilegt. Ég er í bókhaldi. Ég er í bókhaldi. En sko, hann var náttúrulega ekkert eðlilegar hress þessi gauður. Já, hann hress. Ég hef bara ekki heyrt lífsglaðar í mann. Já, hann var hress með hann. Hann hló allan tíman. Og þú náður þér ekki eins og fluga því hann hló svo mikið. Nei, en samt hann var eitthvað svo glaður með þetta. Já, við erum á réttir leið þarna. Tökum einn menn.
Kristinn. Já, góðan daginn. Góðan dag. Ég, ert þú bókari eða? Já. Og hvernig, þú veist, hafið þið verið að gera skattframtöl fyrir einstakleika og svoleiðis? Já, við höfum verið að gera það. Og ég nefnilega ekki búinn að skila skattframtölinu, ég hef verið að baksa við þetta sjálfur, sko. Já, ok. Ég er svona, er ég ekki allt og seinni í það, hvernig? Jú, þú veist, það er svo sem ekkert stórkostlegt sem gerist, sko. Þannig að hefðu þið alveg tíma til að svona, ertu kannski alveg á kafi í þessu? Við getum bjargað þér í því. Já, ok, þannig, og þú ert kannski bara núna að gera skattframtölu svona núna bara? Já, alltaf annars lægi, sko. Bara, fullandi sveitur eitthvað, rýna í tölur og þetta. Sko. Já, ég skil. Þannig að þið veist ég ekkert óþekkur að vera að koma svona seint eitthvað. Nei, það eru margir miklu óþekkari, sko. Já, ok. Það er stundum að gera, sko, 5-6 ár í einu, sko, fyrir menn. Nei, í hverju ertu þá? Það er að fara í þetta. Meinarðu í hvaða kerfi? Nei, bara í hverju ertu? Hvernig ertu klæddur þegar þú veist það? Já, þú meina það? Já. Það er bara svona eftir hvernig líkur á. Já, ok. Eins og núna bara, hvernig ertu núna klæddur? Hvernig er klæddur? Já. Ég er bara svona first class casual klæddur, sko. Ó, já. Bara í ból og svona, eða hvernig? Skyrtu eða eitthvað? Eða sparibuxum eða? Hörðu, svo skellt hann á félagin. Hann fór þarna. Þetta er svo góð lína. Í hver ertu? Og... Hvað segir það? Leiksettliti. Calvin Harry, eitthvað My Way. Nú erum mælfartir að brainstorma hvaða lag þetta ekki Kargi veitir. Já, mér langar svolítið að taka Calvin Harry og My Way, kannski. Ég er svolítið tómur með þetta. Hvað, eru þið búinir að ákveða eitthvað lög? Já, sko, þið þurfum að velja gott lag því að Peran, hún var neðna... Peran? Hvað segir þið? Það var að hendi sjátátt hérna, sko. Það er eitt sem er að keyra hérna yfir heiðar og hlakka mikið til að hlusta á karaoke. Raggi Pera? Raggi Pera. Hvað vildi hann heyra, segirðu? Hann var ekki búinn að koma inn norska lög. Hann er bara spenntur fyrir karaokeinu, þannig að það er pressa á okkur. Já, ég hérna, veistu það, mér langar svo að vinna ykkur í karaoke. Þetta snýst allt Já, val. það er bara hann. Eru þið búnir að velja lög? Nei, ég er svona að byrja að hugsa, þið hafið smá tíma. En eigum að leifa hlustendum að hringja inn og þau velja lög? Þá er þetta ekki okkar höndum? Já, sko, ég og Pétur erum báðir búin að velja þeirra. Það er náttúrulega skellur, sko. Við ætlum að fara í dagskrárlið sem heitir Sturluð eða Hrossaskítur. Og já, það er keppni ykkar að milli, Pétur. Og ég sem sagt segi 5 sturlaðar staðreyndir, en einhvað af þessu er lygi sem ég er búin að búa til sjálfur, Pétur. Sko, ég er nokkuð vissum að ég hef aldrei tapað. Ég vann fyrstu 2 heldur mér. Aha. Með minni það, já. En það skiptir ekki allir máli. Þetta er líka gert fyrir hlustendur og ég er að vona að þegar fólk er heima eða er í bílnum að keyra í vinnuna að keyra heim, að það sé að giska í bílnum. Ég held að þetta sé Sturlustaðrind. Ég held að þetta sé Hrossaskítur. Það verður allir að taka þátt. Já, ok. Þeir eru tilbúnir. Já. Og það er gaman að því líka að spilið Skellur sem kemur út núna í lok nóvember og fyrir forsölu eftir viku, eða í vikunni. Þar eru reitur sem heitir Sturlustaðrind og það er ótt að giska hvort það sé Sturlustaðrind eða Hrossaskítur. Akkurat. Basically. En ok, eru þið tilbúnir? Ég er tilbúin. Fyrsta sturlaða staðreynd dagsins eða ekki? Hrossaskítur. Leif mér að spyrja. Ég veit það strax. Hrossaskítur. Þetta er hundaskítur. Leif mér að spyrja. Akkur heitir þetta ekki hundaskítur eða Hrossaskítur? Hundaskítur í dag. Ok, já, dögshit. Hættulegasta sjónvarpssería sem hefur verið framleidd er The Sword of Tipu Sultan, en það létu 62 lífið í tökum. Sturlustaðrind eða hundaskítur? Hvað heitir þessi sería? The Sword of Tipu Sultan. Sko, ég get ekki ímynda mér þú að vera að semja nafnans á seríu. Það hljómar eins og legit sería, sko. Legit. Ég segi hundaskítur. Þú fer beint í hundaskítin? Já, ég ætla að segja... Þú ert ekki að kaupa það að verið framleitt sjónvarpssería sem að 62 dóu? Nei. Ég ætla að segja þetta er Sturlustaðrind. Það er 1-0 fyrir Steinda. Þetta er Sturlustaðrind. Smartest man alive. Rólegur að vera eitthvað svona glaður yfir þessu. I'm the smartest man alive. Ég segir það. Þetta skiptir allt með fyrstu stígin. Já, en þetta finnst mér samtidig magna, spáði því að það var gerð sjónvarpssería og það dóu 62 í tökum. Já, það er alltaf skellur. Maður þarf að græða þessa seríu upp. Mér finnst það þú veist, þetta er nú bara verið fréttum, sko. Já, ég held að það sé eitthvað eldgamalt. Ok. Mér er sama, mér finnst að menn eftir að vera með þetta bara alltaf í fréttum. Já. Dag eru 40 ár liðin, frá því að 62 fórust. Í The Sword of Tipu Sultan. Já.
Mín persóna skoðan, en áfram með þetta. Ok, þetta er til. Er það hundaskýta á þetta? Er þetta í töffara, Pétur? Já, verður þetta í það. Ég elska þegar töffarinn kemur. Er það áfram með þetta? Ok. Best borgaði hitman eða leigumorðingi heims býr í Japan, en hann fær borgað fyrir að fara í tölvuleiki og drepa karaktera þar. Sturlu staðreynd eða hundaskítur? Býttu, ertu að tala að það sé kannski einhver lúði sem er fastur í þriðja borði í einhverju töluleik, þá ringir þið þennan gæja og hann kemur og leysir það? Nei, þetta er meira að segja að ég sé orðin þreyttur á þér. Við erum búin að vera að keppa lengi í World of Warcraft. Þú ert að eyðileggja fyrir mér, og ég ringi þá í hann og segja, herru, það er karakter sem heitir Steindi Junior hann inni, ég vil láta drepa hann. Og bara fjarlæga mig úr leiknum? Já, til þess að ég komist áfram. Ok, mér finnst þetta svo trillt að ég verð að segja að þetta sé Sturlu staðreynd. Ég vill trúa þessu, finnst það geðvikt, og ég hugsa að ég takki þetta upp. Það er að verða leigumorðingi í töluleikum. Pétur Jóhann. Það er að kalla hundaskíta á þetta? Ég kalla hundaskíta á þetta. Það er rétt hjá Pétur Jóni. Nei! Ég bjóð þetta til. En þetta grínast, þetta er geðveik hugmynd. Þetta er $1 million hugmynd. Já, en sko... $1 million hugmynd. Ég breytti nefnilega að það var Sturlu staðreyndum að það var pappi í Bandaríkjunum sem lét gera þetta. Hann var svo þreyttur á tölvuleikjaspilun hjá sinni sínum að hann fekk einn til að fara inn í leikin og drepa hann. Og þá fekk ég hugmyndunum að þetta væri eitthvað sem... Það eru hlustendur úti sem er að spila til dæmis skotleiki eins og Call of Duty eða Battlefield og svona. Þá mega þær hafa samband um mig og borga mér smá pening. Ég skal fara inn á reikningið þeirra og drepa menn. Hvað ert að gretta þetta? Júi! Eitt stígi út fyrir Júi! Rólegur að fagna, það er 1-1. 1-1. 3 eftir. Já, ok. Það eru systur í Bandaríkjunum sem eiga það sameiginlegt að þær eru báðar giftar svíni. Systur í Bandaríkjunum sem eru giftar svíni, já. Já, sem eiga það sameiginlegt að þær eru báðar Hundaskítur. Svínaskítur. Þetta er, sko, þú mátt eflaust gifta svíni, ég held að með gifta svíni bara í Svíþjóð. Er það málið? Já, ég held að þú getur bara flogið, farið núna upp á flugvöll, flogið í 3 klukkutíma og gifst hundunniðinu með svínuniðinu. Alveg það, er það hægt? Já, við erum alltaf bara svo eftir á þetta. Má ég breyta? Akkur ættir ekki með að gifta svíninu? Þegar herðu hættus. Hætt að tala bara, það er engin písi úti að fara að dæma þið finnst þetta asnalegt að gifta svíni. Nei, sko. Ég myndi bara halda að vera fullt af bændum að úti sem myndi bara vilja vera að gifta svíninu sinu. Viltu ganga heim? Nú að bjóða alla ættinga velkomna og þetta er þetta kona mín og það eru bara fríi drikkir á barnum og við erum bara skemmt okkur vel í kvöld. Ég hef aldrei spýtt að taka svínu. Hann er að lýsa fyrir þau núna hvað þetta er astnalegt sem þú sagðir að væri bara normalt að gifta svínu. Það er ekkert normalt en það á ekkert að vera bannanit. Þú ætti bara að gera sem þú vilt gera. Herru, ég ætla að segja að þetta sé satt. Þú segir þessi Sturlu staðreynd? Já, þetta er einhver staðar í Texas. Ég segi hundaskítur. Það er rétt hjá Pétur, þetta er hundaskítur. Hundaskítur í röð. Málega ég veit nefnilega hvernig þú rúllar. Þú varst að breyta til. Þú tókst 2 hundaskíti í röð. Þú gerir það vanlega ekki. Þetta er bara hérna í röð. Ég meina, hvað helst það? Það væri 2 systur í Bandaríkjunum sem ættu það sameiginlegt að vera báðar búin að gifta svíni. Hvað ertu komin í það? Þá veit ég að næsta er rétt. Ég ætla að giska strax á að næsta sé Sturlu staðreynd. Nei, menn ég svissi núna. Nei, þú ert ekki með 3 hundaskíti. Þú veist það aldrei. Það eru 2 eftir, staðan 2-1 fyrir Pírus Jóhann. Það er Svínamaðurinn. Það er svínamaðurinn. Hvað er svínamanninn? Það er þýskur sjónvarpsþáttur. Það er til þýskur sjónvarpsþáttur sem kennir unglingsstrákum að hylja stampinu. Hvað segirðu? Nei, þú voru að lesa þetta áttur. Já, við vorum í svínunum. Ég datt í svíni. Það er þýskur sjónvarpsþáttur sem kennir unglingsstrákum í Þýskalandi að hylja stampinur. Sturlu staðreynd eða hundaskítur. Hvað segirðu? Það er sjónvarpsþáttur í Þýskalandi sem kennir piltum að fela óvelkomna stampinu. Já, að setja bara, þú setja bara vídeolegu og rekur í snakkbásinn og flaggar í hálfa, þú veist, þá getur þú sett undir teyjuna eða það er eitthvað, þetta felan. Er þetta Sturlu staðreynd eða er þetta hundaskítur? Þetta er Sturlu staðreynd. Þetta er Sturlu staðreynd. Þið segir báða Sturlu? Þú setur ekki 3 skíta í röð. Þetta er rétt hjá okkur, þetta er Sturlu staðreynd. Þetta er þáttur sem maður þarf að tjekka á. Það er 3-2. Það er 3-2 fyrir
Þú sjá hvernig Pétur að láta. Það sko, Pétur. Herru, ég ætla bara að setja þetta á snappi hérna. FM 95 bló snappi. Sýndu dansið þetta svo að taka. Ég geti séð hvernig Pétur fagnar inn á FM 95 bló snappinu. Það ekki hægt að sitja við hliðina og það gerir þetta. Síðasta sturlaða staðreind dagsins eða hundakúkur. Eru þið tilbúnir? Já. Ef þú nærið svo rétt, Pétur, þá ertu búin að vinna. Já, 3-2. Já. Summer of 69 með Bryan Adams, það fræga lag, er ekki samið sumarið 1969, heldur fjallar það sumarið sem að Bryan Adams fór mikið í stellinguna 69. Sturlu staðreind eða hundakúkur. Sko, Pétur. Þú mátt svara undan. Þegar ég ætla að segja basically öfugt við þig. Til að eiga sens á að jafna. Ég get ekki sagt það saman þú. Var lagið Summer of 69 fjallaði sumarið 1969 með Bryan Adams eða fjallaði stellinguna 69? Ég spyr þig, Pétur Jóhann, og ég þarf svar. Sturlu staðreind eða hundakúkur? Hundakúkur. Þetta er Sturlu staðreind? Það er rétt hjá Steinda. Það er Sturlu staðreind. Þetta fjallar stellinguna 69. Það fór jafntefli. Fáum hér auglýsingar. Svo eru það augljósa staðreindir og karaoke. Þá er komið að því FM 957 í samvinnu við Corona. Enn eitt árið. Partíið sem allir elska. Eldhúspartí FM 957 2016. Fyrra kvöldið, 17. nóvember í Hlégarði Mosfellsbæ. 30% afsláttur af verkfærabóksum og háþrýstidælum. Bíkó, gerum þetta saman. Toppslagurinn í riðlinum í nánd. Tippaðu í beinni á Króatía Ísland. Lengjan, stoltur styrktaraðili landsliðsins. Biljardbarinn Faxafeni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafeni. Áttu eftir að redda kvöldmatnum? Pantaðu kínverskt takeaway hjá okkur og sæktu á Bíldsöða 12, Phoenix veitingahús sem er 5677 888. Allar snirtivörur á risa tax-free afslætti til mánudags. Hagkaup. Bernesvinir sjáumst. Burgerinn Hafnarfirði. Við frumsýnum metanbílinn Volkswagen Ego Up og tengiltvinnbílinn Audi A3 e-tron á vistvænum dögum Heklu. Hlökkum til að sjá þig. Hekla. Mánudag á Stöð 2. Hugrakir Íslendingar opna sig geðklofa, þunglindi, geðkvörf og kvíða í vandaðri þáttaröðu Lóu Pind. Mér langar svolítið að pröfa að hætta að vera lyfjum. Ég hef ekki farið í maníu 2 ár, skilur. Við kynnumst Bjarneyju nokkrum vikum eftir að hún byrjar á sínum fyrstu geðlyfjum. Ég greiddi 6 klukkutíma stanslaust án þess að stoppa. Og heimsækjum Ágústu sem er 4 barna móðir og hefur glímt við þunga geðsjúkdóma aldarfjórðung. Ég syndi á mjög brjóstin hérna út í Þórufelli á Bessastöðinni. Bara geðveik. Mánudag klukkan 19:55. Stöð 2 margfald skemmtilegri í 30 ár. Það er ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blö. Já, ég rúll upp með þig upp í hausnum, já. Með augum bara á þér því mér langar bara þig að sjá. Og ég púl upp með lið fyrir mig, ungan strák sem er langt, já. Hef ekki áður verið með, langar að vera með þér, já. Fullur af shiti, já. Býð þeim öllum með, en mér langar bara þig að fá. Og ég hata hvern hún hagar sér öðruvísi kringum þá. Með augum bara á þér því mér langar bara þig að sjá. Og ég púl upp með lið fyrir mig, ungan strák sem er lág. Já, þetta er Sverrir Bergmann með Rúll upp. Virkilega vel gert hjá honum, en já, ég vil minna hlustundur á að karaoke-keppnin er hér eftir smástund
Svo ætla ég líka að láta ykkur vita að það er virkilega gott viðtal við hann Aron Móla þunglindið bransan og annað inn á Vísi í splunkunýjum, er þetta ekki bara svona splunkunýj liður inn á Vísi sem heitir Popkastið og ég hvet alla til þess að hlusta á þetta, virkilega gott. Við erum að fá hann líka bara inn í þáttinn, þetta er mikill snillingur. Já, alveg, þetta er frábær náungi. Já. En já, hér framöndan, hvað er núna? Við, eins og hræði mig að segja það, þá erum við að fara í augljósar staðrendir. Það er komið að því núna? Já. Nei, núna? Er ekki rammið utan það? Eru þið ekki með ramma? Hvernig ramma vildu? Eru þið ekki með trailer? Jó, en við erum, Mr. Selfridge. Já, hann með sér eigin betta, Ég þarf að fá bettan, Mr. Selfridge, bettan. Mér skal bara setja hann í gang, skýti ekki í þið, maður. Nei, bara ég væri til að fá, ég vissi ekki að verðum að fara í augljósa staðrindar hvort núna, þá verði ég að fá að heyra Mr. Selfridge bettan. Hann er að koma hérna, maður. Arna, heyrðu? Já. Þetta er einhvern veginn allt svo gott þegar bettin kemur inn, Já. Ég held að flestir hlustendur F9 blöð þekki þennan lið. Þetta er Steindi að gera grín að sturlegu staðrendunum mínum með því að segja augljósa staðrendir. Það er alls ekki þannig. Jú, það byrjaði þannig Hann er ekkert að, nei, hann er ekkert að gera grín að Nei, ég er bara með augljósar staðrendir og þær eru drullu augljósar í dag ef ég að vera alveg hreinskilin. Má ekki hækki bettanum? Hann er í botni. Það þarf að heyrast í þér, sko. Nei, það er ekki aðalatur í þessu. Svona. Það er bettin. Kæru hlustendur, velkomin í augljósa staðrendir hér í FM 95 blöð. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon. Aðstofamaður Steinda í augljósum staðrendum í dag. Takk fyrir það. Steindi, gjörðu svo vel. Já, þá komið það fyrstu augljósu staðrend dagsins og hún hljómar svona. Kartöflur eru ekki með Wi-Fi. Já. Þú kemst ekki á neti með að nota fröllu. Nei, það er ekki tækt. Þetta gefur augaleið. Kartöflur eru ekki með Wi-Fi. Kartöflur eru ekki með Augljós staðrend. Augljós staðrend. Kartöflur eru Bettin? Já, tókstu bettan í burtu? Nei, sorry. Helviti er þetta furðulegt einhvern veginn. Akkur fæ ég ekki að vera með mínar augljósir í friði? Sorry, ég glemdi bara ít á repeat. Glemdir og ekki glemdir. En fyrsta augljósa staðrendin fyrir þá sem dutt út af bettin hvarf. Nei, kartöflur eru ekki með Wi-Fi, við þurfum hann ekki aftur. Má ég ekki endurtaka hana? Jesús, hvað erum við að fara gegnum þetta? Þetta er þinn liður. Þá held ég bara áfram. Önnur augljós staðrend dagsins, hún hljómar svona. Börn fæðast ekki í fötum. Nei. Börn fæðast ekki. Þú vissi þetta ekki. Akkur vissi ég þetta ekki? Augljós staðrend nummer 2. Af því ég á ekki börn, heldur þá ég haldi bara börn fæðist í fötum, af því ég á ekki börn sjálfur. Maður veit aldrei. Börn fæðast ekki í samfellum með bleiu. Ég gerir mig fulla grein fyrir því. Fæðast allsber. Þú fæðist allsber. Þannig að væri þetta bara einkennileg fæðing. Þó ég eigi ekki patt, þá veit ég alveg að þau fæðast ekki í fötum. Þú myndir aldrei sjá 5 ára, þú myndir aldrei sjá badd fæðast í úlpu. Nei. Það myndi ekki make any sense. Akkurat. Allir sammála. Allir sammála þar. Það er líka gott að hafa þetta bara á hreinu, blöð. Já, það er fínt að hafa þetta á hreinu. Þá er komið að þriðju augljósu staðrend dagsins og hún hljómar svona. Endur eru ekki góðar löggur. Nei. Hættu að hlæja þessum aðeins. Pétur má eiga það, hann er einu sem hlæja af einlægna þessu rugli. Það gæti aldrei keist. Endur gæti ekki keist bíl. Hvernig ættu að vera að geta handsaman óva? Hárrétt. Það gæti ekki eins og verið með, ef ég fara að hugsa betur út í þetta, þá gæti önd ekki bara borið kylfu og handjón. Nei, það segir sig sjálf. Og gæti aldrei eld niður og kannski yfirbuga fullorðinn karlmann. Þú þarft ekki að fara yfir allt sem endur getur ekki gert fyrir lögum. Það er bara endalaust á rugli, sko. Hugsanlega, ef ég fer að pæla í þessu, þá hefði ég getað umorðað þetta. Það yrðu örugglega verstu löggurnar. Já. Endur? Eða það ekki? Hvað, væri hamstur betri lögga? Já, sko... Líklega, já. Líklega, það er aðeins betri. Þeir eru klárari. Já, ok. Þá er komið að fjórðu augljósu staðrend dagsins. Já, fyrir þetta ekki að búinn? Nei. Það eru 4 og svo er alltaf ein spurning. Já, og tekur Pétur í spurningu í dag. Nei, það er þú. Og hún hljómar svona. Það er þú. Ef þú klippir ekki á þér hárið, þá bara vex það og vex og enda með að verða mjög sítt. Já. En það heyra hana einu svona. Já, sko, fjórða augljósa... Pétur hlóð ekki að svona þessari, sko. Nei, ég verð bara að ná. Ég verð að ná. Ef þú klippir ekki á þér hárið... Ef þú ferð ekki reglulega í klippingu. Já, þá bara vex það og vex og verður sítt.
Wow, hvað er augljóst? Það eru augljósar í dag. Það eru augljósar. Þá varum maður með sítt hár. Ég held að það hafi aldrei verið jafn augljósar. Já, reyndar, auðvitað, þetta kannski er ekki alveg til þín. Akkur? Já, því ég sköllóttur. Já, sko, já, þú myndir ekki ná að safna í sítt. Nei, ég myndi fá svona hérna bara í hliðana. Já, þú getur enda hendi efnilega Munk. Ég enda bara að hvetja það oft til þess. Þá komið að, já, 5. augljósu, en hún spurning. Já. Og ég ætla að beina henni til þín, veit ég. Það svolítið gaman að spyrja þig að þessu. Spurningin, hún hljómar svona, hver munurinn á mömmuðinni? Þú varst með mömmu minna síðast líka. Sko, mamma er góð kona. Já, best. Já, æðisleg, Haddi. Hver munurinn á mömmuðinni og vörubíl? Hver er, Býtu, hvað daginn spurðu hver munurinn var á mömmu og flóðhest og núna hver munurinn á mömmu og vörubíl? Hver er munurinn? Það er endalust. Mamma er manneskja og hitt er bíl. Vissulega. Já. En við Pétur erum ekki að leita því. Steindi, við erum búin að vera með hennar lið núna. Það lengi, veit og segir nei, þangað til að... Nei, ég sverða, ég myndi að segja já. Ok, það eru dekk á vörubíl, ekki á mömmu minni. Nei, ég er ekki að leita því. Nei, vörubílinn er eitthvað tonn, ekki mamma minn. Það er rétt hjá þér, en ég er ekki að leita eftir því. Ok, bíl getur ekki talað. Nei, það er ekki rétt, vörubíl er með flautu. Og það er svarið? Já, það er svarið við spurningunni. Vörubíl, það er munurinn á vörubíl og mömmuðin er að vörubílinn, mammaðin er ekki með flautu. Þetta er augljóst. Þetta er svo vond, þetta er svo rosalega vond. Þetta er ekki búið. Þú sem betur fyrir. Nei, byttu. Lærdómurinn sem hafa dróst af þessu er að þú eignast einhvern tímann barn og það er í fötum að þá er maðkur í missunni. Golding með lagið Still Falling For You. Ellen Golding. Ellie Golding. Hún er virkilega góð tónlistamæður. Já, hún er góð. Sko, Ellie Golding og svo Ellen í Q4U sem er allt önnur manneskja. Já. Það er nú augljós starrend svona líka. Þetta var, við vorum með lagið undir. Selfinsbettin datt inn og Pétur hendi inn á óvæntast augljósa. Já, en það styttist í karaoke hér í FM 95 Blö og það er hér strax eftir auglýsingar og er allir búin að velja sér lag? Nei, ég er ennþá að velja mér lag. Mér finnst æðislegt hvaða lag Pétur ætlar að taka. Já. Hann ætlar að taka Fade It. Já, ég er að taka það. Sem er splungun nýtt lag, eða svona þannig séð, búið að vera mjög vinsælt á FM. Hvað heitir lagið með stjórninni sem er Sumarið er komið? Það er eitthvað íslenskt lag. Já, akkur ekki. Akkur ekki, segir ég. Það er svolítið erfitt að finna íslensku lög í karaokeinu, sann sko? Já, ég er að reyna að finna það, sko. Já. Hvað heitir það? Varst að spyrja því? Já. Er það ekki bara... En er þetta með stjórninni? Sumarið er komið... Já, ekki. Nei, ég veit það ekki. Ef það eru einhverjar hugmyndir, endilega sendið þið á Twitterinn hjá okkur. Setið hashtagið FM95 Blö ef það eru einhverjar hugmyndir fyrir Steinda. En við ætlum að henda núna í örstjórn auglýsingar. Strax eftir auglýsingar förum við í karaokeið. Nei, býtu. Var ekki þetta lag sem varst að tala? Þetta eru stöðmenn. Já, þetta eru stöðmenn. Þetta er ekki betri þetta er ekkert stjórnmenn við þessi. Mér langaði svolítið að syngja með stjórnmenn. Veistu hvað er langbesta lagið með Queen, Siggu Beinteins og Grétari? Það er hérna Ég lifi í voninni að ég geispi ekki í gólinni. Nýtuna stuði fimmtudag, bestu dag og laugardag. Ég er yfirleitt svona 2 árum á undan öðrum að fatta hvað verður þið shit. Ert þú? Já, ok. Og ég fatta að það fyrir löngu að stjórnin er, hún ætti í fyrsta lag að koma með comeback. Ef þú ert að fatta núna að stjórnin sé það shit, þá ertu 20 árum og seinna sko? Nei, stjórnin hefur alltaf verið the shit. En núna er náttúrulega mikið af ungu fólki sem bara hefur kannski ekki eins og heilt lag með stjórninni. Ef stjórnin kemur núna með 1 nýtt lag og comeback, þá er það stærsta hljómsveit Íslands. Og ég segi það og skrifa. Hafið þið farið á ball með stjórninni? Já, ég meina, ég þarf ekki að fara á ball með þeim. Ég veit bara að Queen Sigga myndi bara rúlla þessu upp, again. Again and again. Við ætlum að fara í auglýsingar svo er það karaoke og þið þurfa að vera á tannum, kæru hlustendur, því að þið þurfa að hringja í 511-0957 og segja okkur hvaða lag ykkur fannst best. Það eru þið sem að stjórnið hver vinnur þessa keppni. Aha. Hæ, þetta er Páll Óskar og það verður sko bara gleði, glaumur og glamúr á Pallaballin og Spot næsta laugardag 12. nóv. Reddaðu pössun og sjáumst á Spot í Kópavogi með hressandi Bacardi í hönd. Miðasalinn er hafinn inn á Spot Kópavogi og einnig á miði.is.
Risa tax-free í Hagkaup til mánudags. Allar jólagjafirnar á einum stað. Hagkaup, þar sem Íslendingum finnst skemmtilegast að versla. Il Maestro heiðursborgari Kristjáns Jóhannssonar og stjarnan á trufluðum dögum á fabrikunni. Þessi trufluborgari svo truflaður að bragðlaukar þínir bresta í söng og syngja gleðióð Beethovens það sem eftir Þetta Kristinn Ólafsson sem talar frá hamborgarafabrikunni. Brakandi kex, ótamin stökk hrískorn og grimmilega góð karamella hjúpuð með hnausþykku súkkulaði. Lion, of gott til að sleppa því. Kleinurhringir, hnoðaðir og bakaðir á staðnum. Krispy Kreme. Can't walk away, oh no, no, no. Engin hvítur sykur, ekkert hvít hveiti. XO, líklega besti hotli skyndibitinn á Íslandi. Can't walk away. Þegar kýrópraktorinn bannar þér að sofa í gamla rúminu þínu. Það dæmi hlut sem þolir enga bið. Og þá geta raðgreiðslur Borgunar bjargað málunum. Borgun. Kynnum Jósera gæludýrafóður í Bíkó Granda í dag frá klukkan 16. 20% kynningarafsláttur. Bíkó. Gerum þetta saman. Við fögnum 25 ára afmæli með fullt af ofurtilboðum. 10-11 fljótlegt og þægilegt. Við fylgjumst með 2 skemmtilegum mótum á golfstöðinu helgina. OHL Classic á PGA mótoröðinni 5. dag til sunnudags og Netbank Golf Challenge laugardag og sunnudag þar sem Gary Player gestgjafi. Tryggður áskrift á 365.is eða sem 1817. Golfstöðin. Allt golf á einum stað. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Mikið rétt það, Keiluhöllin Egilshöll sem að færir okkur FM 95 Blö og við þökkum kella eftir það. Þar öllu ganni sleftu yfirburða þægilegast að horfa á boltan, þannig að ef þið ætla að horfa á íslenska landsliða á morgun þá hvetji ykkur til þess að kíkja upp í Keiluhöll. Það komið nýr matseðill, það eru nýjir shakear, nýjar pítsur og svo bara geggjugæði þar á bæði skjám og starfsfólki. Eru Simmi og Jói hana? Þú veist, eru þeir sjálfur? Já, þeir eru mikið hana. Möguleiki að sjá Simmi og Jóa? Ég hitti Simmi oft hana, sko. Og þeir sem þekkja Simma vita að það metnaðarfullur maður, þannig að hann leggur mikinn metnað í, shaken pizza. En það komið hins vegar að karaoke hér í FM 95 Blö. Og ég hef ennþá eftir að finna lag. Já, það sem bara fáránlegt því að keppnin að byrja, sko. Já, ég gleymdi að spá í þessu á millilaga. Það var bara að hafa klukkutíma og 40 mínútur. Já, maður svona, maður gleymir sér oft, sko. Jú, það alveg rétt. Maður er síman eitthvað að dutta og ég, sko, nú ég farin að skoða karaoke-lög, þannig að ég skal finna eitthvað lag með þitt takið. Pétur, þú ætlar að byrja? Á ég að byrja? Já. Pétur, ég koma þá til þína. Já, kemur þú hingað. Ég persónulega mjög spenntur fyrir þessu lagi. Hann ætlar að taka, þetta nú bara eitt af mínum uppáhaldslögum. Þetta Faded, með hvað heitir hann aftur? Alan eitthvað? Já, Alan Walker. Ok. Alveg rétt. Og sem búið að vera lengi núna eitt vinsælasta lagi á stöðunni. Ég held ég fattið strax hvaða lag þetta þegar Pétur byrjar. Ert þú tilbúinn? Já. Ok, þá ætla ég að setja allt hérna í gang. Þú voru að lækja þessu meðan Pétur að syngja? Já, sorry, ég að finna eitthvað. Ertu til? Já, ég syngi þennan þá. Já, mikið rétt. Og ert þú tilbúinn, Pétur? Já, eins tilbúinn og ég get orðið, sko. Þú veist, valdi svolítið niður fyrir mig, eða upp fyrir mig, sko. Já, reyndu. Ég bara ætla að prófa þetta. Ok. Þekkti lagið ekki það vel og varst eitthvað stressaður. Pétur, ég geði há einhvern þó ég sé að keppa þig. Þetta var vel gert. Ok, takk fyrir það. En það eru hlustendur sem Mér líður eins og ég hafi eyðilagt þetta lag. Ég búinn að finna lagið sem ég ætla að taka. Nú, hvað lag það? Vá, þvílíkt lag. Já, mér líst vel á. Ekki segja þetta. Nei, ég ætla ekki að segja neitt. Á ég taka undan það? Ég ætla að koma hlustendum á óvart. Ég ætla að senda þetta á þig núna. Á ég ekki að senda þetta á þig eða? Mér líst vel á þetta. Bara segja mér bara hvað það getur sett hérna í gluggan. Já, ég sendi þetta á Facebook í grúpu. Nei, hérna sem link. Búm. En það hins vegar komið að mínu lagi, fyrst að Steindi var ekki búinn að gerast þitt tilbúin. Ég ætla líka að fara í erfitt lag eins og þú, Pétur. Þú ætlar í erfitt lag? Já, ég ætla ég hef bara rappað og svo hef ég verið með rólalög. Þetta í fyrsta sinn sem ég ætla að taka rock.
Já! Ok. Og þetta er hljómsveitin System of a Down og lagið er Chop Suey. Fyrsta skipti sem sú hljómsveit hljómar á þessari stöð. Já, að prófa þetta. Wow, ég ekki að grínast þig, ég fekk hellu þegar þú öskraði þetta. Nei! Þetta var System of Down. Þetta var System of Down. Þetta var erfiðasta lag sem ég hef bara sungið á æðinni. Ég meina, þetta er orðið erfitt fyrir hlustendur, bara að velja á milli. Ég er að fara að taka stóran séns. Ég heyrði þetta lag fyrst á Heyrðu aftur 94 plötunni. Og svo var þetta náttúrulega líka á Reif í kroppinn og á fleiri góðum plötum, safplötum. En ég hef ekki hlustað á þetta í mörg ár, þannig að mér lakar til að heyra taktinn bara aftur. Það var alltaf eitt af mínum uppáhaldslegum. Þetta er erfitt lag, þetta er líka eins og síst, þetta er mikið, þetta er hratt. Það leynast í yfir mig. Þetta var vel gert, Blue. Ég veit, ég er ekki viss um þetta hefur vel gert, en ég reyndi. You're my boy, Blue! You're my boy, Blue! Þetta er bara ágætt hjá okkur, strákar. Þetta er ágætt hjá okkur. Og, herru, þú verður eiginlega að setja þetta hérna í fullskjörn. Því ég sé svo illa. Svona. Já. Strákar, það sem ég ætla að taka í karginu mínu, og ég var að velja með lag fyrir núna 30 sekundum. Ég ætla að taka Skatman. Yes! Þið eina sanna. Það er fössari! Það er fössari. Bara heyra þetta lag, maður. Ég kom sjálfur mér í jamgýr. Ég hlýta að hafa komið hlustendum í einhvers konar gýr. Það er skrítið að þú komst inn í jamgýr. Þú komst inn í einhvern gýr. Ég skal alveg lofa því. Málið það var helvíti hrattspitt og ég sá bara annarkvort orð. Ég skildi ekki eitt orð sem þú sagði að rappa. Það var gall í fall. Maður vantaði alltaf loka staf í öllum línum. Þú sagði alltaf bara skípar í barabóð. Það var einu sem þú sagði. Nei, everybody starting. Halló? Það er bara klálega steindi, það er bara ekki það. Í alvöru? Maður sopnar og maður datt bara í gýrinu. Það er sterkur leikur hjá honum að taka svona hressandi. Já, nákvæmlega. Náðu þær á djamið? Já, klart. Það eru takk fyrir að ríkja. Ég býðir í drikk að við séð í kvöld. FM, góðan daginn, hvað lag fannst þið best? Já, góðan daginn. Það er að sjálfsögðu steindi. Ég trú ekki að skeppna þessi að vinna. Það er reynda sterkur leikur líka að vera síðastur, því að það er eina lagi sem fólk mann. Já, meinar. Það sé að háa okkur svolítið. Nei. Ég man ekki hvaða lag ég tók. Stonefucker, hann fær á okkur með. Takk fyrir það, vinnur. Takk æðislega. Elskar það sé að festa svolítið við þig, Stonefucker. Ég elskar bara sér gott að vera kjósandi. FM, góðan daginn. Herru, það er ötti allan daginn. Hanna vekkið, maður er komin á blað. Allt í lagi, við kemum það. Herru, gleymdur þú ekki einu Stíu og Stenda? Nei, hann er komið 2, ég neitt. Nei, ötti tók bara erfiðasta lag sem hættir að taka í karaoke, sko. Takk fyrir þetta, ég kann að meta þetta, vinnur. Skattmann er ekki rétt. Góða helgi. Já, sömulegis. Ok, þarna, komin á blað. FM. Gott mál. Halló. Er þetta fyrstu byrju? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvaða lag fannst þér best? Ég myndi segja ötti, sko. Herðu, maður er búin að jafna þetta. Er þetta upp í 2 eða 3? Það er svo erfitt lag sem ötti tók, sko. Þetta er allt erfitt. Ég kann að meta þetta. Takk fyrir þetta, vinnur. Herðu, þetta er upp í 4. Þetta er 2. Þú ert ekki komin að Ég er ekki komin á blað. Þetta er upp í 4. Þetta voru mistök að taka þetta lag. FM. Er það svo ötti? Það er ötti. Blöðbúin að taka fram úr Ég er einu stíð frá Sigri. Eru bara einhverju rockar að hlusta á þáttinu? Takk hérlega fyrir þetta, elsku vinnur. Góða helgi. Ok, nú veit ég að það kemur Skattmann hlustandi og aðdáðandi. FM. Já, góð kvöldi. Ég komst alveg í 3 mismunandi sköp, ég held að. Það er bara eins og góða helgi og betri. Já, þetta var allt ógeðslega gott, en ég verði eiginlega að gefa auðvitað þetta. Anna, það er komið sigur! Nei, þú verður að fá 5 stig. Nei, við stöðum 4. Þetta er upp í 5. Það verður að vera upp í 5. Nei, við vorum búin að ákveða 4, ekki reyna þetta steindi. Hvað heitir þú? Ég heiti Aldís. Aldís, takk kella fyrir þetta. Þú treyðir sigur með þessu. Sjáum hvað næstu hlustandi hefði sagt. Góða helgi. Takk fyrir ringi, Aldís. Sjáum hvað næstu hlustandi. Já, við gerum það alltaf. FM, hvað hefðið þú valið? Ég segi steindi. Laser, sem er einmitt uppáhalds tónlistarmaðurinn hans Péturs. Já, með lagið Cold ég sé Water. svolítið eftir að hafa ekki tekið þetta lag í Garðu. Akkur tókst ekki Laser? Já, lag eftir Lalla Laser. Það er legend líka. Lalli Laser, maður. Gaman að segja frá því að Pétur Jóhann, hann öskraði hér þegar við settum lagið í gang. Akkur tók ég ekki annað lag. Þú varst svektur. Það
átt að taka sko Calvin Harris. Þú varst að hugsa Calvin Harris? My way, ég átt að taka það. Já, tekur það næst. Ekki það, ég þekki, kann það ekkert sko, en ég átt að, það er svona hressara sko. Já. Maður þarf á fössara að taka eitthvað hressara. Það rétt, en talandum fössara, það komið að lokum hér hjá okkur drengjarinn í dag. Tökum 2 tími viðbót. Þetta svo fljótt. Látum ekki svona. Ef við erum til 8? Já. Akkur ekki? En við erum búin með alltaf dagskránina. Hver að taka við? Hver að taka við? Hún mætt þetta. Hún mætt? Það ætlar bara að taka vaktina af henni? Já, látt ekki svona, Kristín. Leðu okkur að vera bara. Nei, það hins vegar komið að lokum og Pétur sannur heiður að hafa þetta með. Egill verður nú mættur hérna næsta föstudag og við þurfum að fá þau oftar. Já. Eitt símtal upp á flugstöð Leifs Eiríkssonar og hann kemur ekki heim. Já, það rétt. Steindi, hvernig helgin þér? Já, þú ert að fara að leika á morgun, þú ert búin að grenna, þú lítur út eins og eyðnisjúklingur, sagði Blasa Rokka hérna. Já, það bara mesta hróð sem ég fengi á ævi minni fyrir fyrstupóli sem ég. En já, ég að fara í tökur morgun og svo alltaf bara staðista UFC frá upphafi. Það á morgun. Já, það Eddie og Conor McGregor og það Wonderboy, það allir að mæta, allir helstu. Þetta í New York og ég verð á vaktinni þá. Var Tong eitthvað hissa á hvað hann grannur það? Mita Dainty, you are so thin. You look so sexy, so thin. You want a song about honky tonky this a weekend? Honky tonky. You want something from me? Why do you look at me like I'm a sex toy for you? Massa. You want a massa or something? Gangið hægt gleðina til, elsku hlustendur, takk fyrir hlustunni í dag. Við verðum mættir hér næsta föstudag og það hafa komið margar fyrirspurnir inn á FM 95 Blö Facebookið og annað spilið Skellur. Forsala hefst í næstu viku. Og við viljum líka bara þakka fyrir þrusu viðbröð. Það lið að hrúast inn á. Við náttúrulega erum með síðu á Facebook síðu sem bara Facebook_Skellur og það að hrúast þar inn lið. Við erum komið 7 manns þar inn. Já, og Forsala hefst í næstu viku og spilið kemur í búðir í lok nóv fyrir þá sem eru ítrekkað að spyrja það. Yes. Hvað kostar þetta spil? Það bara, við getum látið þið að hafa góðan brís. Hafðu það gott helgina, kæru hlustendur og bara heyrumst þetta viku. Já, bara takk. Í fótum, verkir í hnjám, komdu í göngugreiningu til okkar og við aðstoðum þig. Flexor, Suðurlandsbraut 34. Hinn langþráði Big Bacon Tower borgari loksins komin aftur á KFC. Þetta kjúklingaborgarinn fyrir þig sem elskar bacon. KFC, svo gott. Kíkt í Jólaland Blómavals helgina. Latibær skemmtir börnunum og allir fá ís á laugardag. Húsasmiðun og Blómavals Skútuvogi. Enski barinn kynnir. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Hæ, þetta Ásdís Rán. Nú loksins komin fæðufatalína fyrir okkur drottningarnar. Ég mæli með Hvíl Fit. Vaxtarvörur.is. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Ekki bera harm þinn í hljóði. Tort. Við hjálpum þér að sækja þínar slysabætur. Vísir fyrstur með fréttirnar. FM 95 Blö. Alla föstudaga.